Krakkar. Þá er komið að þessu sem allir hafa beðið eftir, nema Anita. Ég er mjög stressaður, sko. Ég hef aldrei gert áður, þannig að ég byrja að labba staðnum svo Boris en að taka fyrirlestur. En ég er með nokkrar eftirhermurna sem ég ætla að fá að taka. Og þið hlægir líklega af mér hvort sem þetta er gott eða lélegt. Ef þetta er lélegt þá hlægir þið svona af mér. En ef þetta er gott þá hlægir þið með mér. Já. Ok? Eftirvæntingin alltaf margra. Eftirvæntingin alltaf mikið. Ég hlakkaði vel. Ég er búinn að byggja upp alltaf mjög pressu. En man ykkur eftir Anita fyrirgeðu að ég er að taka það svona upptunni. Man ykkur eftir fyrirlestur núna Anita? Í næringræði? Það var eitthvað vakandi þegar hún var að tala. Já. Ég er ekki að vera leiðilegur í þessu. Ég veit að þú gerði fyrirlestur bara í tímanum. Þannig að hvað var hann aftur? Manstu það sjálf? Ha? Já, ég man eftir því. Það var bara svona upp á þetta töfnu og bara texti. Og Anita var bara svona, já, þetta er bara, já, sem við farum í ofndu og ef við erum ofndu og við krakkjum ofndu, sem ofndu og sem ofndu, við sjáum töfnuna bara ofndu, og þetta var bara, maður var bara svona, þetta var, já, þetta var eina guðnarsonuna. Nei, við skulum byrja á einu skemmtilegu atviki sem átti sér stað í kennslufræði hjá. Það er einu leikaratriði, það verður mjög erfitt. Þetta er bara fyrir atvinnumenn. Það voru 3 menn í tíma sem sátu fremst, eins og alltaf. Og þeir voru í miklum rökræðum. Kennarinn var skiljanlega komið með leiðaðum. Það er menn sem eru kannski ekki með þægilegustu raddirnar til þess að hlusta á rífast. Ekki vera, já, ég ætla að byrja að taka fram, hann má ekki vera fúll í því, ég er bara svona aðeins, þið eru alveg skemmtilega raddir. En það er alltaf Brynjar og Bjarki og Helgi Björns. Þeir sátu fremst og voru rífast. Hvort það ætla að hlaupa á, flötum fót eða á tábergum. Og Hafrún var að kenna, hún var að tala um, þegar við erum að hoppa upp á hotninu, Hafrún, og sér heyrði hún bara svona Helga Björns og tóri. Þráinn, hann segir að hlaupa á hann segir að hlaupa á táberginu. Bjarki náttúrulega mig bara, heyrðu, nei. Ég er á Stangarstöð, sko. Og Þóri þetta er að þjála mig. Og hún segir að hlaupa á flötum fót. Brynjar svona millir og hann svona, strákar. Bjarki, það á að hlaupa á táberginu. Þráinn segir það. Veistu hvað? Þráinn sé bara ótrúlega góð þjálfari. Hann er að þjálfa ég og hann er maðurinn að Þórdísar. Og Bjarki þetta gafst ekki með þetta. En strákar, ég er búinn að vera með fyrirlestur Markó, sko. Þetta okkur sem ég hafi einu sinni á Akureyri. Þeir segja það í Stangarstöðinu að Þóri hún er besti íþróttamaður í Íslandi. Helgi Björns. Nei, sko, ég hást ekki. Ég sagði mér þetta í persónu. Það er ekki hægt að saxa og lenda á. Og Hafrún fekk nóg af þessu. Hún var hoppur á hotninu og vildi fá bara til að þegja. Þetta var mjög skemmtilegt. Það er gott að ykkur er að hlæja núna. Gerði það bara niður á því. En allavega, ég var að segja grein sögu. Og þetta gerist á fyrstu önninni.
Þetta var stutt saga. En ég og einn góður vinur minn í bekknum vorum að gera verkefni upp á 10. Ég og Gunnar Örn Jónsson. Líklega mestu námshestarnir. Upp á 10. Og já, eftir að taka þig, Andri, þau róluðu bara. En við vorum eins og ok, þetta hefði verið vandræðalegt hvaða stelpa sem að vera. Þetta var Valgerður Helskeiði. Þú kannast ekki við það. Þú kannast ekki við að hafa stefnu út með Gunna á fyrstauninni. Það veit það enginn nema ég, Gunni og Valgerður. En þetta er svona skemmtileg saga að segja frá því. Hvað því? Við fórum að borða? Við vorum upp í skóla, ég og Gunni Þetta fannst þú voða fyndið. Og Valgerður náttúrulega öll bara að vilja gera þess, hún er nú bara allt yfirleitt. Vildi, já. Maður þarf ekki nefn að bara segja að nennur að sljóða með tillingin á bara. Kannski ekki í þessu samhengi, en En alltaf við vorum alltaf tveir í Gunni og við vorum eitthvað, ég valdi svona hjálpa okkur og já, ekki núna. Það var bara hérna. Ég og Gunni vorum alltaf hún hjálpa okkur og síðan sagði Gunni eitthvað, herra, ég var bara að fá okkur að borða það, klukkan var að vera 7. Ég bara ekkert mál, við fáum að borða. Og Gunni segir, hvert er að fara? Og við ákveðum að fara á gömlu smiðjuna sem er pizzastæðir. Og við ætlum að fara til útfanga. Og Valgerður var á bíl og ég var á bíl og Gunni var á bíl. Og síðan bara ákveðum við að ég og Gunni ákveðum í sameiningu og við myndum bara borga fyrir Valgerði. Og mannst þetta? Já. Og síðan bara förum við og við erum að labba út í bíl og ég segi, já, Valgerður, eltu bara Gunna, hann veit hvað þetta er. Og ég kemst bara eftir. Síðan ég náttúrulega bara á leiðinu og ég út á valsemilinu og þá beigi ég bara til hægri og hringi Gunna og segi bara, heyri Gunni, ég kemst ekki. Þetta er ekki byrjun annað en það. Við þekktum ekki neitt. Þetta var fyrstu önninni þannig að við þekktumst eiginlega ekki neitt. Ég og Gunni þekktumst þetta ráðlega en ég og Valgerður og Gunni þekktumst ekki neitt. Og þannig að Gunni var í rauninni á leið með Valgerði á gömlu smiðjuna að fá sér pizza og hann var að borga fyrir það. Ég borgaði. Gunni er mjög manískur. Ég hef verið að læra með hann oft upp í skólan og hann kemur kannski allt í einu bara Djöfull, þoli hann gaur. Einu sinni vorum að læra er vond lykt af mér? Það er ekkert vond lykt af þér, ég finn ekki lykt af þér sko. Það fór út bítið, fór út, þá sem aftur baka og ok, byrja, og lærið bara í svona hálftíma og byrja bara að læra og ég bara ok, ég horfði svona á bara í konstund og hann fór svona niður og það er svona 20 sekúndur sem bara ég hata þetta! En alltaf svo tökum við aftur aðeins sem ráður horfum við í sögun og Valgerður og Gunna. Þá ég að tala við Gunna og ég bara segi Gunni, ég kemst ekki, ég þarf bara að drífa mig heim. Það er vesen, bara ég þarf að fara bara strax heim. Þetta er náttúrulega ekki að vera heim, ég þarf að borga fyrir Valgerði. En alltaf þá endaði við því að Gunni og Valgerður fóru á gömlusmiðjuna. Sátu þar 2. Gunni borgaði matinn og þau voru eiginlega ekki búin að, þau voru aldrei búin að tala saman fyrir þetta verkefna. Þannig að kannski geti ímyndað hvernig þetta samtal var. Þetta var svo fínt sko. Sestu pizzur bara, Gunni hefur byrjað að eitthvað, fuck. Ég borga fyrir matinn. Og Gunni bara, Er ég bara neikvæð þessi gaur í heim með það? Það kemur námsöfninu og mjög neikvæð. Ok. Geði það. Já. Það er einn kennari sem við reyndi nú að ná hérna. Hann kendi okkur mjög lítið en hann var mjög skemmtilegur. Og kannski hlægja hann ekki alveg strax en þau verður aðeins að gefa mér sens. Hann var með okkur í skyndihjálp. Og
CrossFit sko. Það djöflast í CrossFit. Og síðan var hann hann var náttúrulega strandvörður í Flórida. Og svo kom ég þetta heim og var að vinna í stjárnsettinni. Og einu sinni, ég minnir maður einu sögu sem ég ætla að segja núna. En það var þegar ég var félagi minn. Kom að byggingu sem var aðlenda. Hún var aðlenda. Ég og félagi minn, förum að inn, ég og félagi minn sem var með lögreglunni. Og það inn og hann segir bara, Finnur, hvað ég var að gera? Og ég segi bara, þið gamli, ég er búinn að vera í CrossFit, búinn að vera strandvörður í Flórida. Ég fer að inn í eldinn, ég æði inn í eldinn og brýst við eldinn, sko, berst við eldinn í smá stund, henni sér hann inn, kemur manninum í rúminu, hann er 250 kíló. Ég bara, Finnur, hvað ertu búinn að koma í? Og ég bara segi það bara, hvað er það að gera? Það eina sem ég mynda til hug, það ég rím hann upp, held á honum, lappa gegn meðtúsum, ég með hann bakkar, hann er 250 kíló. Ég sé að poppskál á borðinu, ég fer náttúrulega að fæ mér popp. Ég brjálast að Sóngur búinn að vera alltaf í fullu og búinn að vera í strandverðinum og ég fenni hann í versta ásigkomulagi. Það verður ekki verða, ég skelli honum á gangstöðuna og byrja að hnoða. Og félagi minn lögurinn, hvað er það að gera fyrir? Það er heimskulegast að segja já, hann er í versta ásigkomulagi sem hann getur verið í, sko. Þannig að hann verður ekki í verra ásigkomulagi. Þannig að ég byrja að hnoða og ég bjarga líf hans. Og ég get ekki ímyndað hvað er gott að bjarga lífi. Ég ætla nú ekki að monta mig. Það er bara að segja sögur, þú veist. Það er ekki að vinuna. Já, ég er að gresta, þú veist það. Þetta er búið. Meira. Jú. Þetta er enda að finna, sko. Þetta var eiginlega... Jú. Nei, ekki pressa á. Nei. Já, hann er góð. Það er ekki fínt bara. Nei. Ég er ekki sá. Það fór ekki með mér, það er komið ítla. Það er svo góð. Ég skal taka hérna fyrir ykkur senna. Nei. Nei, ég er eftir þetta. Þetta er Ólasæm! Þetta er Ólasæm! Ólasæm! Óli. En það er ekki neitt að það er náttúrulega blessa kolvettið. Það gerir okkur feit og ljót. Blessað. Menningar að taka óla. En ég veit eitt sem nær Óla mjög vel, það er Jón Bjarni. Hann tók hann núna óvænt fyrir mig þegar hann fyrir stutið. En ég ætla ekki að vera að pressa á svo. En ég nenni ekki að taka meira. Er það lagi? Þú getur Óla.